Menntaskólinn á Egilsstöðum var stofnaður árið 1979 og gjörbreytti aðstöðu austfirskra unglinga til náms. Skólinn hefur markað sér ákveðna sérstöðu bæði hvað varðar námsframboð og tilhögun námsins. Stór aukin eftirspurn eftir list og tækninámi hefur haft þar mikið að segja. Við erum búin að vera með spannakerfi núna í 10 ár, þar sem við skiptum önnin í tvennt. Þannig að nemandinn með 3 fög í töskunni í staðinn fyrir 6 og það þýðir að það eru 4 innkomnir í skólan raunur á ári í staðinn fyrir 2 og þetta hefur gefist bara mjög vel og við erum búin að sníða af þessu helstu ágallan á 10 árum og þetta er orðið þannig að við erum farin að kynna þetta svo sem dálítið út allt land. Síðan erum við með listabraut og sem er nátengd í FabLab-smiðju hér sem það er svolítið skemmtilegu vinkill. Þannig að menn læra hér að teikna og mála og síðan getur menn haldið áfram í þessa vélavinnu á Illustrator og Photoshop og við erum með hönnunar áfanga þar í gangi, margmiðlunar áfanga og það er svona kannski það sem og sérstæðan okkar kannski í þriðalagi er mikill fjöldi fjarnema. Við erum með 170 dagskólanema en sama leyti erum við með rúmlega 400 fjarnema í sömu áföngum. Og við höfum tekið Canvas-kennslukerfi í notkun eins og flestir háskólar í Íslandi og það hefur gefið okkur byrjundi báða vangi með fjarnámið. Þannig að þetta er raun og veru svolítið skemmtilegt kombo. Við erum með kannski 15, ef þetta væri bara dagskóli hér, þá værum við cirka 15 kennara en við erum með svona 26 kennara út af þessum fjarnámið. Þannig að þetta er svona, skólinn er að hluta til komin í skíið með marga nemendur og við teljum okkur vera að minna mjög bara gott verk í því. En þeir eru líka með heimavist? Já, við erum með 115 manna heimavist, eða pláss fyrir. Núna eru cirka 65 manns í heimavist. Það er orðið svona betri samgöngur og meiri samkeppni nemendur og kannski fleiri skólar. Þannig að við förum náttúrulega bara, förum ekkert varhluta því eins og aðrir. En aðstæðan hérna er mjög góð reyndar, það er mikið pláss eins og gefur að skilja. Þegar nemendur voru hér næstum helmingi fleiri fyrir 10 árum síðan. En já, þetta hefur kosti og tala ekki að samsetningin á öllu þessu fjarnámi og dagskólan hefur gert það að verkum að við geirum bara sama námsframboð og við séum með kannski 300 manna skóla sem er náttúrulega mjög gott fyrir dagskólanemana hér. Og við teljum okkur vera að gera mjög bara skemmtilega hluti í þessu. Árni segir að helsta áskorun framhaldsskólana sé að hafa færa kennara sem geta undirbúið nemendur fyrir þeirra framtíð en ekki sína fortíð. Og við verðum að gera það náttúrulega með að kenna þeim gott vinnulag og góða siði og góða umgengni og við teljum okkur svo sem alveg vera að gera það. Og svo hitt að við reynum að sækja bestu tækni og við reynum svona besta eiginlega flesta sem við gerum. Hér eru allir náttúrulega teknir inn, sama hvar þeir eru og menn með mætt á þeim stað sem þeir eru. Og þannig að við teljum okkur vera með mikið virðisauka hér í land við allt það góða starf sem er hér í stofnunni í raun og veru. Mikil áhersla er lögð á listgreinar í Menntaskólanum á Egilsstöðum og margt í boði. Áhugi nemenda á skapandi greinum hefur aukist í takt við framboðið. Ég er kennari á listnámsbraut og ég kenni aðalega ljósmyndaáfanga og vektorteikningu sem við gerum í tölvunni og fer svo yfir í listaáfanga. Þetta er mjög skemmtilegt og það er góður afbúnaður hérna fyrir krakkana í skólanum og það er miklu möguleikar fyrir þá sem vilja nýta sér það og geta pröfa sig áfram með flest. Og þeir sem hafa aðgang á myndavélum, svo er áskólinn myndavél, ágætis lítið stúdíó hérna og svo svona tæknismiðju þar sem ýmislegt er í boði, þannig að leiðum maður er komið með smá þekkingu á forritin sem til þarf þá er allt hægt. Hvaða máli finnst þér að skipta að unglingar, ungt fólk hafi aðgang að svona námi? Eins og framhaldsskólastiginu finnst mér bara að skipta töluvert miklu máli að krakkarnir kynnist þessu. Sjáu hvað þetta er, prófi að koma við þetta. Það þarf enginn að verða meistari hér, en þú veist, þetta getur opnað nýjar dyr og þetta getur opnað nýjan heim fyrir þeim sem að hafa áhuga og vilja nýta sér þetta í framtíðinni. Þannig að þú veist, bara það að koma með myndavélina, stilla hana, fara á vettvang, taka myndir, sýna áhuga
eins með tölvutekninguna og það er náttúrulega gríðarlega möguleikar og það er í boði og þú veist, það er ekkert endilega bara grafísk hönnun, það er bara heill heimur sem að opnast við það að læra á þessu forrit. Þannig að þú veist, þetta er bara framtíðin líka og gaman og gott fyrir krakkana að kynnast þessu og sjá hvort þau fíla það. Hefurðu séð marga fá bara stjörnur í augun í þessu námi? Sko, já, ég myndi segja það. Það eru líka ótrúlegt hvað svona margir af krökkunum eða nemendunum hafa mikla hæfileika. Þú veist, þau hafa bara náttúrulega hæfileika og þegar þau komast að stað og fá að prófa sig áfram, þá er alveg ótrúlega hluti sem gerast. Gaman að fylgjast með því. Félagslíf í framhaldsskólum skiptir afar miklu máli, en það hefur verið í mikilli lagð á COVID-tímum. En nú horfa nemendur fram á bjartari tíma. Við erum bara að sjá til þess að það sé nóg félagslíf og svona skemmtilegt og halda böll og svona og bara já, að krakkar finni bara eitthvað við hæfi í félagslífinu líka því það er mikilvægt að svona halda upp á það líka. En hvers virði er það að hafa listbraut við skólan? Það er bara svo mikilvægt upp á svona bara sköpunargáfu og bara hafa svona nóg að velja hérna og það er aldrei að vita nema maður finni eitthvað við hæfi af því að það er upp á svo mikið að bjóða hérna þannig að það er svona í rauninni eitthvað fyrir alla og svona það er bara mikilvægt af því að þessi hlutir gleymist stundum að svona að þau finni líka einhvern stað í skólanum og hafi nóg að velja eins og ég segi. Finnurðu að það hafi aukist áhugi krakka á því að fara í skapandi greinar? Já, ég held það því að mér finnst alltaf eins og séu fleiri og fleiri á listbraut sko. Þannig að ég held að hljóti bara að vera og líka þegar maður er með svona úrval að þá er bara eðlilegt að bætast við sko. Hvað er að þínu mati það besta við menntaskólann á Egilsstöðum? Sko, mér finnst svona ef ég hugsa skólan sjálfan að þá finnst mér spannakerfið mjög þægilegt að svona maður er að hugsa færri áfanga í einu en það er vissulega meira álag en þú veist, maður nær samt alveg ef maður er bara duglegur og metnaðarfullur þá nær maður alveg vel að halda utan hlutina. En svo er líka bara félagslífið mjög gott og svona mjög stór partur af skólanum þannig að það svona vegur upp á móti líka þegar félagslífið er gott, vegur upp á móti náminu og svona erfiðleikum eða þannig í námi. Tónlistarfélag ME er öflugt og margt á döfinni þar. Við hittum formanninn sem var að æfa sig í tónlistarherberginu. Blessu og sæl, má ég aðeins trufla þig? Já, ekki ná. Hvað ertu að æfa? Ég bara spila eitthvað skemmtilegt. Og getur maður gert þetta bara í skólanum á Já, það er alltaf opin stofan allan hjá okkur. Og já, mjög gaman fyrir alla sem hafa áhuga á tónlist að geta komið og spilað. Þótt að þið séu bara með sín hljóðfæri þá er þetta að tengja það í allt hérna og hafa bara æfa sig Og hvert er svona markmið á tónlistarfélagsins við skólan? Sko, það er alltaf árlega tónleikar, alltaf reynt að hafa tónleika en það var ekki hægt í fyrra vegna aðstæðina og svo er barkinn alltaf haldinn sem er undankeppni fyrir söngkeppni framhaldsskólana og já, og svo er þetta bara svona skemmtun og fjör. Já, sjálfsögðu, það þarf líka að vera skemmtileg. En þessi aðstæða, hverju breytir hún fyrir ykkur? Það gefur okkur bara möguleika að æfa okkur saman og þurfa ekki alltaf að vera að finna aðstæður til að æfa svona einhvers staðar annars staðar utan skólans. Þetta er bara félag sem fólk kemur, eða menntaskólanemar koma í sem hafa áhuga á tónlist og spila á hljóðfæri og þau eru hljómsveitin. Og það eru þið sem haldið tónleikana? Við höldum tónleikana og syngjum og spilum og sjáum allt. Spennandi, þannig að þú voru að halda áfram að æfa þig? Já, alltaf ekki. Já. Áhugi á námi í stafrænum greinum hefur stóraukist og menntaskólinn brugðist vel við. Við litum inn í tæknismiðjuna en engum dylst að tæknilæsi er afar mikilvæg þekking. Það hlýtur að skipta talsverðu máli því að heimurinn er orðinn allt annar en hann var og í þessu félagst náttúrulega gríðarlegir möguleikar bara hjá einstaklingnum og ég meina það er til dæmis eins og með þessar vélar sem eru hérna, það er náttúrulega starfandi
eru starfandi fyrirtæki út allt land þar sem þú getur fengið þína afurð framleidda þó svo hafir ekki aðgang á eigin græjum og getur í raun og veru bara verið með kannski einhvern svona iðnað heima hjá þér eða tekið það lengra. Þetta skiptir bara talsvert miklu máli myndi ég segja í samfélaginu í dag. Þetta virkar voðalega flókið sko. Þetta virkar voða fínt en þetta náttúrulega bara eins og allt óskaplega einfalt þegar þú byrjar að umgangast það og ég held að þau bara vilji skilja hvernig þessi tækni virkar. Þetta náttúrulega ekki eina tæknin í heiminum en sem sagt þetta svona tækni sem kannski virkar framandi en síðan bara einföld þegar upp staðið. Og við svona mest að keyra náttúrulega bara grunninn sko. Þetta náttúrulega engin hátækni þannig en sumir fara náttúrulega lengri en aðrir og ná betri árangri í því sem þeir eru að gera. En við erum að kenna bara svona þessi fyrstu skref og svona. Heldur að krakkar fari að hugsa meira út í hvort skólar bjóði upp á þetta þegar þau velja sér framhaldsskóla? Nú veit ég það ekki því að við náttúrulega allir framhaldsskólar eru náttúrulega einhvern nátt að marka sér sérstöðu en hvort að þetta í sjálfum sér sérstæða, þetta kannski bara orðin hefðbundið aðgangur í flestum framhaldsskólum kannski en alls ekki öllum. En svo kannski spurning hvað áherslu maður leggur á þetta og hvernig maður fléttar því saman við námið. Það kannski. Hvernig sérðu það eftir svona 10 ár? Vonandi bara þannig að það verði svona sem mest, þetta náttúrulega hið eilífa kepli sko, að reyna að vera með þverfaglega kennslu þannig að þú getur komið og fundið lausni á samfélagsfræðiverkefninu þínu kannski með svona hlutum sko. Búið til eitthvað sem sýnir kannski alveg jafngilt ritgerðinni eða því sem hefðbundið kannski. Það náttúrulega ekki sérstaklega langt síðan að nemendur fóru bara hreinlega að skila í verkefnum í tölvutæku formi, menn þetta var allt annarkvort handskrifað eða á ritvélum áður fyrr. Þannig að tímandi breytast og verðum við ekki bara breytast með. Og það hefur einmitt margt breyst síðan skólinn var stofnaður árið 1979. 79 þegar skólinn var stofnaður, það voru nemendur orðnir fullorðið fólk, 16 ára gamlir og það foreldrar voru eiginlega ekkert eitthvað sem voru bara í fjarska einhvern veginn. Það breytist náttúrulega mjög margt þegar við sjálfræðislögin, þegar nemendur eru ekki sjálfræða fyrir 18 ára. Foreldrasamstarfið voru miklu meira og nemendur eru á svona langflestan hátt orðinni bara flinkari og fullkomnari heldur en voru allavega það sem ég man til þegar ég var að koma hér inn. En það var svona öðruvísi sviðið hefur náttúrulega breyst mikið. Það sem við vorum að glíma á þeim tíma var náttúrulega brennivín og tóbak og það bara mikið til horfið úr þessari skólamenningu allavega hér og stundvísi og það að nemendur tileinka sér nám sitt og svona, það hefur á margan hátt breyst mjög mikið til góðs.